Nú vitum við hvað tvíð svona hlutfall móti á móti aðalæði. Látum það alltaf heita tangens. Tangens á hverju? Þessu horni köllum það alfa. Hvað höfum við þá sýnt? Við höfum sýnt að ef þetta horn þarna heitir nú alfa, hvað sagði regla Þalesar, ekki Sigurðsson, regla Þalesar, að þetta hérna horn sem ég var að draga hér upp á myndin. Tvöfalt stærri. Við settum ölfu hérna inn þá, þetta 2 alfa. Í hornafallafræði, hvað x ef geislinn 1? Hvaða hornafall það? Hvað x? Kosinus af hvaða horni? 2 alfa, ef við hugsiðum ljósið sem að fellur hérna á himnum, bara svona eitthvað náð, þá skuggi hér, þar, og skuggin nákvæmlega það sem við kallum ofanvarpið, bara skuggin. Kosinus 2 alfa, það x. Það bara sama hvað hornið heitir. Það heitir svolítið skrítið nafni, þetta 2 alfa en ekki þetta. Þannig að x kosinus af 2 alfa. En í, hvað það þessari mynd? Sinus af 2 alfa. Tvíð var hvað? Tangens af alfa, hvað það? Mæling. Og svo höldum við áfram að draga álíkanir. Það eina sem við vitum, það græna. Það mælt. Það einhver alvöru tal. Einhver afleittar stærði sem við reiknum í. Þannig að tangens af alfa bara litla-til. Þá skulum við kreista út úr þessu aðeins meira, sjáum og vitum, samkvæmt skilgreining á kosinus og sinus, að x kosinus af tvöfaldahorninu, 2 alfa, og hvað x? X 1 mínus t-öðru deilt með 1 pluss t-öðru. Nú stundum þægilegt að setja ofan á jafnaðarmerkið. Hvað t? T samkvæmt smíð, það tangens af horninu alfa. Þá getum við sett inn 1 mínus tangens í öðru af horninu alfa. Þetta ætti að vera tangens alfa og í svíga annaðveldi, en þetta venju. 1 pluss tangens í öðru alfa. En þá erum við búin að búa okkur til hornafallareglu. Ef við veitum hvað tangensin þá kosinus af 2 sinnum alfa, það 1 mínus tangens öðru deilt með 1 pluss tangens öðru. Skoðum líka sinus af 2 alfa. Sinus af 2 alfa, það upsilon 2t. 1 pluss t öðru. Setja tangens aftur og jafnaði ekki. T tangens af alfa. Þá setjum við kvisa sinnum tangens af alfa deilt með 1 pluss tangens í öðru alfa. Stundum hefum við ölfurnar í svíg. Höfum þá fengið hornafallregluna, horfna, falla, regluna. Í staðinn fyrir 2 alfa, þá ætti ég að segja þetta. Það svona venja. Hér á þessari mynd, 2 alfa þetta. Ef ég bara tek 2 alfa burt, set þetta í staðinn, hvað kemur í staðinn fyrir alfa? Já, helmingurinn af þetta. Það sem hér, þetta horn hér helmingurinn af þessu horni hér. Fínt þá getum við sett kannski hornafallregluna á aðeins annað form. Kosinus af þetta 1 mínus tangens í öðru veldi af, verði ekki að segja þetta til með 2 núna. Og hér höfum við 1 pluss tangens í öðru af þetta deilt með 2. Sinusinn. Eina sem ég á að gera er að setja þetta deilt með 2 í staðinn fyrir alfa. 2 sinnum tangens af, hvað ég skrifa í staðinn fyrir alfa? Og hér 1 pluss tangens í öðru af þetta deilt með 2. Og þá það rúsínan með pinnsvendarum. Það að smíða hornafallreglu fyrir 2-falt horn. Þar sem við notum ekki tangens, heldur sinus og kosinus. Sverð. Nú ætla ég að búa til hornafallreglu. Cos 2 þeta ef ég veit hvað þeta Cos 2 þeta eitthvað margfeldi af sinusum og kosinusum. Nú má ég bara nota þeta. Við vitum að tangens af alfa sinus af alfa deilt með kosinus af alfa.
Næsta regla sem við ætlum að búa til byggir bara því að setja þetta inn í staðinn fyrir tangans. Og þá skulum við bara gera einmitt það. Notum, svona alltaf í gömlum bókum, sverð og fulltasverðum. Svona, notum þessar tvær jöfnur. Hvað er ég að meina það? Ég ætla að nota þetta og þetta. Og þá fáum við að í fyrsta lagi að kósinus af 2 alfa er 1 mínus tangans er t öðru, tangans í öðru alfa, deilt með 1 plús tangans í öðru alfa. Og nú setjum við inn í stað fyrir tangans sínus og kósinus. 1 mínus sínus af alfa deilt með kósinus af alfa í öðru veldi. 1 plús sínus af alfa deilt með kósinus af alfa í öðru veldi. Eina sem ég þarf að gera núna er að gera samnefnt, einfalda brotabrotið og ég kom með enn eina hornafallarregluna. Fyrir ofanstrik ger ég samnefnt. Ég ætla kannski fyrst að nota veldareglu. 1 mínus, felli ég svigan í veldareglunum, þá er ég með sínus í öðru veldi, kósinus í öðru veldi. Og fyrir neðanstrik erum við með 1 plús sínus í öðru veldi, deilt með kósinus í öðru veldi. Ef við að skoða teljaran fyrst, gera samnefnt þar, hver er samnefnari? Jú. Já, það er bara kós í öðru, við sjáum hann allar vísbendingar í þér, sko. Kós í öðru alfa er samnefnarinn, þannig að 1 er þá kós í öðru alfa, deilt með kós í öðru alfa, mínus sín í öðru alfa. Og sama fyrir neðan strik, kós í öðru alfa, móti kós í öðru alfa, pluss sín í öðru alfa móti sín í öðru alfa. Skrifum teljaran á 1 strik, þá fáum við kós í öðru alfa mínus sín í öðru alfa. Svo er hérna lítið deilistrik, á því stendur kós í öðru alfa og stórt deilistrik. Kós í öðru alfa pluss sín í öðru alfa deilt, Þetta er brotabrot. Það styttist út. Við gerum þetta aftur. Þetta er teljari, þetta er nefnari. Nú erum við að deila, þá er þetta orðið nefnari og þetta er teljari. Er einhvers staðar N og T sem styttast út? Við setjum þetta á 1 deilistrik, þetta er teljari. Þá fer það upp á stund. Skrifum kós í öðru mínus sín alfa. Setjum sviga því að það er líka kós í öðru alfa. Þetta hérna, það er teljari. Fyrir neðanstrik, nefnararnir, þá er ég með kós í öðru alfa. Það er hér. Og svo er ég með kós í öðru pluss sín í öðru af sama horni. Kós í öðru á alfa pluss sín í öðru á alfa er alltaf regla Pýþagórasar. Þetta er kósinus. X. Og þetta er sínusur. Þetta er kósinus á horni og þetta hér er sínus á horni. Við segjum kósinus í öðru veldi. Þetta er sínus í öðru veldi. Þetta gildir bara á einingarhringnum. Það er 1 í öðru. Kós í öðru og sín í öðru er alltaf 1. Við segjum kós í öðru alfa pluss sín í öðru alfa er 1. En sjáum við fyrir ykkur af hverju það. Sjáum fyrir ykkur hringing. Sjáum fyrir ykkur þríhyrningin innan í hringnum sem segir það. Kós í öðru, það er flatamál. Sín í öðru er flatamál. Hvað sagði Pýþagóras? 1 í öðru. Kós í öðru og sín í öðru er alltaf 1. Þannig við skulum 1 hér. Hér erum við með kós í öðru á móti kós í öðru. Það styttist út. Þannig hvað er eftir? Það er bara kós í öðru af alfa mínus sínus í öðru af alfa. Svona. Þetta hér er þetta. Sem sagt, niðurstaða að kósínus af tvöfaldahorninu er, hérna er bara með einfalt horn sem setjum inn í formúluna. Kós í öðru alfa og sín í öðru alfa. Þetta er mikilvæg niðurstaða. Á sama hátt fæst
að sín af tvöfaldahorninu tala okkur í gegnum. Sko, sínus á tvöfaldahorninu að breyta þessi sínus á kósinus. Það sjá hvað komum saman. Í staðinn fyrir t á ég að setja sínus alfa deilt með kós alfa. Í staðinn fyrir t setja ég sínus á alfa móti kósinus alfa. Það fyrir ofan strik. Fyrir neðan strik setja ég 1 pluss sínus í öðru deilt með kósinus í öðru. Ég þarf að gera samnefnt í nefnara. Ég gera samnefnt í nefnara. Hér höfðum við 1 pluss sín í öðru deilt með kós í öðru. Ég gerir samnefnt. Það verður 1, skrifa ég kós í öðru deilt með kós í öðru. Þá er ég komið með afturtala nefnarann kós í öðru, alfa, pluss sín í öðru, alfa, deilt með kós í öðru. Flottir, þetta allt í nefnara. Hvað kós í öðru pluss sín í öðru? 1, alltaf 1. Og svo erum við með kós í öðru þarna í nefnara. Og það brotabrot, nefnari, það verður helgari. Þannig að þarna stendur tvisvar sinnum sínus á móti kósinus sinnum kósinus í öðru veldi. Það stendur tvisvar sinnum sínus á móti kósinus sinnum kósinus í öðru veldi. Það er kósinus upp á striki og kósinus fyrir neðan strik. Það styttist eitt kósinus út. Stendur þetta er tvisvar sinnum sínus sinnum kósinus. Á sama hátt fæst að sínus á tvöfaldahorninu tvisvar sinnum kósinusinn sinnum sínus. Þegar maður æfir sig svona þá tekur maður bara blað og rissa og gerir þetta hratt og örugglega. Það skiptir sköpum að vinna strax svona í byrjun náms svo þau setji í vandræðum með námið allt. Neglið þetta strax og vöðva í heilann ef það rifjið upp. Ekkert eitt tungumál erfiðar en annað tungumál.